Active record, á hverju? Geymir eitthvað, þá getur við kasta gáttunum út og þetta akkurat lýsing á active record. Hann contains some useful methods, af því að það virðist vera einhver smá domain logik í þessu virðist vera. Þannig að ég var að tala active record. En það svolítið gott að vita svona munin á þessum hérna, þó svo við ætlum ekki að fara að kynnast row og active record, við ætlum ekki að fara að útfæra þetta neitt sérstaklega, þá mjög gott að vita eðlið á þessum klösum, því að þegar við stöndum frammi fyrir því að útfæra applikasjónir, þá allavega þekkjum við, já, einmitt, ég man eftir rotate það gæti verið eitthvað sem ég gæti notað. Spring. Tölum aðeins Spring JDBC. Þetta sem sagt, í staðans að tala, JDBC, það svona Java-dótið og náttúrulega stæling á OTBC sem var eitthvað gamall hérna staðall sem var mjög mikið notað út allt í Windows-heiminum og síðan þegar Java kom þá bara kölluðu þeirra JDBC. Og þetta bara aðgangur. Fyrsta sem gerðu var að búa til JDBC yfir til OTBC driver og conversion, hrikalega hægverk, en fyrsta sem gerðu. Við ætlum að nota einhver driver sem hérna bara hannaður fyrir þetta allt saman. En þetta sem sagt einhverjir pakkar sem að fylgja með Spring frameworkinu og getur vel verið að þetta hafi eitthvað breyst í nýjust útgáfunni, ég fór ekki sérstaklega yfir það. En það verðum að tjekka fyrir dæmatíman allavega. En inn í þessu nokkrir pakkar, það data source pakkin, það það sem ég þarf til að tengjast. Data source sem sagt einhver uppspretta af gögnum, þess vegna heitir þetta data source. Svo core, þar gæðarnir sem eru hjálpaðir með þetta og svo object, og við fara algjörlega yfir í object-oriented vinnslu. Þar held ég að sé hérna aðeins svo mikið en core-klassin með fullt af sniðum klösum sem eru þrælöflugir og skemmtilegur. Þetta mjög gott dæmi að taka einfaldan low-level APA og búa til rosalega þægilegt goodie stuff ofan á hann sem gerir svo auðvelt að nota databasein. Og hérna, þegar maður byrjar að nota svona þá getur maður ekki hugsað sér að koma nálægt þessu JDBC hráu. Það bara lítur ógeðslega út þegar maður byrjar að nota þetta. Þegar það svo low-level. Síðan einhverju support-klassar þarna. En hérna sem sagt dæmi kóða, hann getur vel verið að hann sé hérna depreciator, þessi bean-faktor við minnum og hann sé ekki lengur vinsæll. En þetta bara hugmyndin sem skiptir máli hérna. Við notum bara application context í dæmitímanum. Og þannig ég með einhverja Spring Bean configuration file og hann hérna. Og ég lóta honum bara inn. Ok? Ég lóta honum inn og ég með einhverja faktor í hana, get bean og hann kastaði sér data source. Og skoðum þetta aðeins, hvað þetta? Data source hérna, þetta hérna interface sem skilgreint í Java. Og þetta ljótt interface. Það inniheldur haug af alls konar ömurlegum föllum sem glatað að útfæra. En ég ætla samt að nota data source, það það sem allir gera. Data source interface, það flýgur út allt. Og hvernig þetta þá gert? Jú, þetta klassin hérna. Data source, ID data source og svo hérna klassin Spring Framework, JDBC, data source, driver, manager, data source. Þetta einhver gaur sem kemur frá Spring. Jú, og hvað inn í honum? Hann greinilega með breytu, eitthvað method sem heitir set driver class, og ég treð inn í hann, þessum hérna driver, sem bara nafni á drivernum sem við ætlum að nota. Ég treð inn í hann url, og þarna glemdi ég að breyta nafninu, þetta á að vera hrname.ru, ég breyti það á nokkrum stöðum. Og þetta strengurinn. Af hverju hann svona? Við getum örugglega farið og fundið út hvað hvað þarna, skoða þetta, en þetta bara strengurinn til þess, þetta bara adressan á grunninn. Og svo hann að keyra á portið 1433 og þetta á að vera hrname.ru.is. Það að segja að það fóru fleiri að nota grunninn heldur en mitt námskeið, þá renamur það. Og svo ég með einhvern user greinilega og einhver password. Og ég setja henni. Og annarlega þá menn með einhvern svakalega gríðarlega langan encryption streng þarna. Sem síðan hérna einhvern veginn generator og falið sko. Það liggur ekki í konfigum. En það sem við erum að gera hérna og ég með hérna, kemur að útskýra þetta aðeins betur og eftir. Hvað þetta þýðir, hversi driver manager, hvað kom sá gaur eiginlega. Ég með einhverju útskýringar á þessu hérna einhver staðar.
Já, við förum að skoða frameworki okkar. Síðan ég með þennan hérna, þetta eitthvað svona JDBC template og þetta gæði sem notar svona callbacks með interface, bara separated interface og ég nota dependency injection til að segja, ég segi semst við þennan gaur hérna, heyrðu, selectaðu nú hérna alla userar sem að þetta skilyrði virkar hérna og ef þú finnur einn, láttu mig vita, kalla á þetta hér. Okay? Þannig að hann notar þessa aðferð sem svona abuse of template method pattern en ég myndi segja kannski frekar þetta bara triksi sem við höfum séð svo marga ofta áður. Þannig að kannski ofsagt að segja þessi template method þegar intenti ekki einhver algoritmi en minnum mig á það. Þannig að hér svona þetta gert. Sjáum við kóðan hérna á miðjunni, JDBC template, einhver breyta sem ég kalla TPL. Ég bara njúan hérna og svo ger ég get data source. Þetta eitthvað magic sem við skulum ekki hafa ágjur af strax. Ég bara sæki data source-in og fæ interfaceið hana sem ég get sent inn í. Og ef hann fær interfaceið, þá getur hann gert allt. Síðan segi ég hérna, ég ætla að fá bara collection hérna inn af strengjum. Ég bara að sækja strengi hérna. Ég ætla að sækja bara hérna, select eitthvað frá content. Þetta fæ bara strengi hérna. Og svo setja ég hérna RM hérna inn. Og svo þegar ég búin að fá þessa collection hérna, þá byrja ég bara að prenta hana og þá kemur eitthvað svona Kenya's Elephant hérna. Þetta eitthvað gamla fréttir sem ég virkuði hérna fyrir nokkrum árum. En það þessi hérna gaur. Hérna einhver gaur sem heitir parameterized row mapper. Og ég njúa hann og svo notaði ég hérna eitthvað Java coding tricks sem heitir svona inline class declaration. Ég bý ekki til nýjan klassa sem hefur nafn. Ég geti skýrt þetta string mapper, eitthvað svona eins. En ég ætla að gera annað. Ég ætla bara að deklara hann hérna. Og þá þarf ég að útfara map row. Og þarna kemur magic'i. Ég sem að segja við queryuna hérna, heyrðu, select allt, þú finnur finnur eitthvað í grunninum, láttu mig vita, kalla á þennan RM hérna. Og það gerir hann. Já, heyrðu, ég kom inn hérna með eina færslu og það í þessu result seti hér og þetta númerið. Þá get ég bara sagt við result setið, það bara current record. Já, komdu með string. Komdu með hérna strengjabreytu sem heitir title í grunnum. Þarna ég sem sagt að fá kall tilbaka fyrir hverja einustu færslu sem select skipunin kemur með. Þannig í staðins að fá eitthvað blob og síðan að iterate í gegnum það, þá set ég callback handler á select skipunina og hann kallar til mín. Þá get ég gert eitthvað við þessa. Þannig að þetta bara önnur leið til þess að gera saman hlutin. Þannig að þetta hérna einhver gaur sem að mappar, það sem að ekta datamappir, svona mappar yfir, ekki samt datamappir eins og í munstrinu. Ég fæ eitthvað inn og flytta yfir í mitt domain. Alltaf þegar við erum með svona database kóða, þá alltaf einhver klasi sem að tekur fíldin úr databasenum, setur inn í klasan og síðan tekur úr klasanum, setur í fíldin. Þetta alltaf eitthvað sem við þurfum að gera. Þannig að þetta interface sem að, þetta bara einfalt interface, svona það bara skilgreint. Extenda row mapper sem einhver annar generiskari. Og ég þarf bara að útfæra þennan. Ég þarf bara að útfæra þennan klasa, þá getur JDBC template kalla á mig. Hollywood-prinsipið. Ég segi JDBC template, heyrðu, selecta og síðan kalla á mig hérna. Þannig virkar þetta. Og ef ég myndi nota til að sækja eitthvað bitastæðir, þá ég með þetta svona. Hérna býði til klasa sem heitir content row mapper, því þetta content dæmið okkar sem yfirnotað. Alltaf saman dæmið. Og ég bara yfirskrifa, bara útfæri þennan hérna og ef ég útfæra hann þá þarf ég að erfa þetta content og ég læt hann skila mér content bara klasanum beint. Þetta bara content klasi sem inniheldur ID title link, þetta þetta RSS-dót og þegar ég fæ þetta hérna, þegar kallar á þetta þá bara sæki ég þetta og takk eftir hérna rs.getDate sem hérna 50 parametrin. Fyrir 10 árum þá hefði þetta verið bara sér meðhöndlun. En það sér meðhöndlun. Það hefði verið að transfera einhvern Microsoft SQL date format inn í Java date formatið. Þetta ekkert gefið. Ef við grafið niður í þessa klasa, þá sjáum við eitthvað butt ugly hann einhvers staðar sem hann að gera þetta fyrir okkur. Þetta það sem ég segja, usability hækkaði. Í staðins að ég þurfa að gera þessa handhafinu, það búið að fela hana fyrir mér. En hún ekkert farin, hún hann ennþá. Það er búið að losa með hana. Þannig þetta alltaf að vera einfaldur og einfaldur að forrita þessa lausnir. Af því að það er bara búið að leysa þetta.
Þannig að það einfalt að höndla þetta í dag. En þetta mappurinn, tekur updateið úr færslunni og setur það í tekur úr töflunni og setur það í object sem ég síðan get skilað. Þannig að þá ég með kannski svona content row mapper og ég njúa þennan með datasource-linum og gerir síðan select á bara sækja allt og þá get ég nota þennan lista fæ ég lista á búið að fæ ég þetta. Það sem sagt já. Þannig að content row mapperinn popularar þetta. En svo eitt insert takk eftir því að þarna ég með það eitt magic í þessu simple JDBC insert, þetta akkurat hitt dótið, þá fæ ég contents in og nú ætlum ég að tróða þessi í grunninn og þá gerir ég bara það er klassi sem heitir simple JDBC insert content og ég njúa hann og síðan koma tvö svona aukafall af því að þessi klassi hann skilar náttúrulega this, þá get ég gert þetta og allt skilar this, þannig ég get sett svona punkt fyrir aftan with table name contents, ég þarf að setja það og síðan using generated key column. Þarna annað eitthvað svona ógeð sem að Spring sér fyrir okkur. Það sem ég gerir það, ég ætla að láta þetta vera generated key, þetta ID, sem þýðir það að þegar að grunnurinn insertar þessu, þá býr hann til nýja færslu með nýju ID sem að byrjar í 0 eða 1 eða hvað það nú og hækkar síðan bara eftir það. Ég get síðan stilt í töflulýsingunni hvort hann að hækka 10 eða 1 eða hvað það nú Þá ég komið með ID á færsluna tilbaka í kóðan. Þetta annað tricks sem var mjög erfitt að gera fyrir springdagana. Þá þurfti ég að gera inserti og ég vil selja þetta seinna, ég vildi fá þetta var mjög flókið eitthvað. Og þá fæ ég og síðan þegar ég búin að búa þessa insert-skipun til, þá bara tek ég þetta út úr, ég þarf að marpa þessi yfir eitthvað svona map, því að hann tekur bara map, þetta parameter sérna. Ég seti þetta inn í mappið og að því að hann tekur bara hvað sem þannig að ég get ekkert sagt date eða neitt svoleiðis, það bara taka hvað sem Execute and return key, þá fæ ég tilbaka þetta ID sem hann býr til. Þannig að hérna insert-klassin, hinn áður þá sáum við klassana sem að lesa. Og svo dæmatími verkefni, það að gera æfingu í þessu.